Fjölbreytileg svik og brottkast í kvótakerfi ekki sér íslenskt fyrirbæri. Færeyingar hafa reynslu af þessu úr sinni sögu, þó að færeyska kvótakerfið hafi staðið stutt við eða einungis í 2 ár. Færeyingar gáfust upp á kvótakerfinu og köstuðu því fyrir róða, töldu það lið ónýtt og gerspillt. Í upphafi 10. áratugurinn skall á kreppa í Færeyjum og fiskistofnarnir voru í lægð. Skuggi hvíldi yfir eyjaskeggjum sem lifan eingöngu á sjávarútvegi. Dönsk stjórnvöld og alþjóðlegar fjármálastofnanir þrýstu á lögþingið í Færeyjum að taka upp kvótakerfi í fiskveiðum. Kvótakerfi var innleitt á 1994 en þegar leið á annað árið í því kerfi voru erfiðleikarnir með að vinna undir því og orðnir svo miklir að lögþingið ákvað að kasta því fyrir róða. Kvótakerfi, það var fyrir Færeyjar að disaster. Það var massor av utkast og það var massor av að gefa fiske annan navn. Og það var ein sjómaður som segja að maðurinn af fiskefabrikkene, han var nästan som Jesus var. Att det var en stor rikva av torske och han kom om han och säger vi är uppsy och det var uppsy. Útgerðarmenn í Færeyjum viðurkenna að svo mikið brottkast og svindl hafi fylgt kvótakerfinu að aflatölur voru kolrangar á þessum árum. Jakob Solstein formaður samtaka togaraútgerða í Færeyjum. Og det kan vi se i tallene nu at hvorfor kunne så fiske så mye lange den gang. Og hvorfor vi kunne fiske mye meeting den gang. Og det går helt ned, så at det var noe juksa, ja. Ja, jeg vet ikke om det var mye, men jeg vet at det var. Í staðinn fyrir kvótakerfið ákvað lögþing Færeyja að takmarka sókn í fiskistofnana með því að úthluta hverju skipi ákveðnum fjölda veiðidaga á ári. Menn geta annars veitt eins mikið og þeir geta á þessum dögum. Þetta kerfi, kallað færeyska fiskidagakerfið, hefur verið við lýði í 10 ár. Ólaf Olsen fyrrverandi útgerðarmaður og sjávarútvegsráðherra. Með veiðidaga, eins og við gerum það voru ekkert brottkast. Og hitt getur við brottkast. Ég veit ekki hvað mikið. En það ekkert brottkast, það ekki svika með sekundur, ekki með vikt. Það þarf ekki. Þetta allt opið. Auðun Konráðsson formaður í félagi færeyskra línuveiðisjómanna. En hann ólst upp á Norðfirði en flutti til Klaksvíkur fyrir 20 árum. Hann telur að reynsla Færeyinga sýni hvernig brottkast og svindl fylgi alltaf kvótakerfi þess fullviss að sami sjúkleiki sé byggður inn í íslenska kvótakerfið. Ég get ekki ímyndað mér annað vegna þess að ef þú ert með kvótakerfi og gagnst að því sem aðrir segja, þá hvatinn í kvótakerfinu það að þú hendir smáfisknum í sjóinn og tekur stóra fisk. Það hlýtur að vera svo þess. Vegna þess að ef ég fæ 100 tonna kvóta af þorski og þarf kannski að borga, eða leigi mig kvóta og þarf að borga 150 krónur fyrir kílóið, þá ég ekki að hirða þessa smá tvitti, þá þeir bara hendi í sjóinn. Já, það alltaf búið til glæpamenn. Það bara bannað fólki að geta hangikjöt á jólunum, það alltaf búið til glæpamenn og það það sama með fiskveiðikerfið. Þeir sem að halda sig við reglurnar, þeir drepast bara. Það var auðvitað þögn þetta og líka ef þú ætlar eins og þessi brot sem voru, að það verða eiginlega, það svo mikið fólk sem kemur aðeins, mikið hluti af þeim sem vinna við fiskinn sem koma að brotinu. Þetta ekki hluti sem gerir einsamall. Þetta lýsir bara sjúkdómi í vinnunni, í sjávarútvegi. Og í staðinn fyrir að taka menn og hálfskjóta og þeir segja hvað að, þá á að taka á þessu og viðurkenna hvað að ske. Fiskidagakerfinu var komið á í Færeyjum með samstöðu sjómanna, útgerðarmanna og fiskvinnslunar. Fiskifræðingar hafa helst spyrnt við fótum, telja enda að fiskistofnarnir séu mikilli hættu. Vi var sammen om att konstruera det system som vi har nu. Och vi fick så politikerna till att gå med på det. Emot fiskefröingar. Och det var mycket tungt arbete, men det blev så genomfört. Ja, i Færeyjum allir som halda att fiskidagar heimsins besta kerfi fyrir Færeyjar. Hvað gott aðrastan, það veit ég ekki. Það menn som halda att ekkvart skulle vera öðruvísi, men tillsammans så ville ingen i Færeyjum fara aftur til kvótakerfi.
það eru fiskidagar og góður til. Starfandi sjómenn og útgerðarmenn taka þátt í að móta ákvörðunum fjölda þeirra daga sem skipin mega vera á sjó á ári og á þá hlustað. Þeir sitja í svokallari fiskidaganemnd og gefur hún sínir ráð eins og fiskifræðingarnir á færisku Hafrannsóknastofnuninni. Man har i disse her godt 10 årene skåret ned med over 20% i fiskedager. Men det sånn at vi får rådgivning både fra fiskeribiologerne og også fra erhvervet. Og ministeren tar så hensyn til begge rådgivninger, og det så lagtinget som hvert år bestemmer antall fiskedag. Auðun hefur sittið í færisku fiskidaganemndinni sem fulltrúi línusjómanna og hann eins og margir aðrir sjómenn eru líkt hrifnir af fiskifræðingunum. Maður bara heppinn að þeir ekki skipstjórar á einum bát sem maður á. Maður myndi drepa áttur hungri alveg á stundinu. Þeir finna aldrei kvikindin einstæðar sem þeir eru. Og ef maður fer í gegnum ráðgjöfuna, að þá viðurkenna fiskifræðingarnir allflestir að ef þeir eru með góða tölur, að þá ráðgjöfin hjá þeim svona plus mínus 30%. Og ef þeir eru svona lélega tölur í viðbót, þá ráðgjöfin orðið plus mínus 50%. Við höfum ekki farið alveg eftir fiskifræðingunum. Og næstu ekki neitt stundum og það virðist ekki hafa þau áhrif sem fiskifræðingarnir hafa spáð allavega. Það ennþá fiskur í Færeyjar og við erum lifandi ennþá. Þeir segja að það skal niður og við hafa ekki gert það. En í Færeyjum fiskastofnanir uppsinn, valfýri, góðu stofnar af hýsjón. Torskastofnar niður nú, men það eru fiskur som feitur núna og så þorskur fyrir að koma upp 1-2 ár, så þorskastofnun eisini uppe. Så du kan säga att över 10 år så hefur fiskastofnur gert það sama som man hefur gert í Færeyjum í 100 ár. Hann fyrir upp og hann fyrir niður og það gefur okkur það sama tons samla som það hafa gert í 100 ár. Niklasen vísar til þess að þorskveiðar Færeyinga og heimamiðum hafi skilað sveiflukendum afla allt frá árinu 1925. Það eru sveiflur upp og niður en allt innan svipaðra marka. Hann segir aðeins 2 hörmungar hafi dunnið yfir eins og sjá má á djúpu lægðunum. Þetta sé seinni heimsstyrjöldin þegar Færeyingar gátu ekki veitt sökum hættu. Seinni hörmungatíminn sé svo kvótakerfið. Fiskifræðingarnir eru eins og veðurfræðingarnir. Ef ég væri veðurfræðingur og spáði snjókomu allt árið, þá þegar veturinn kæmi þá kemur auðvitað snjór og þá er ég voðalega ánægður með sjálfan mig. Og það það sama með fiskifræðingarna vegna þess að auðvitað kemur lægð í fiskiríið. Og það hefur alltaf gert. Það hefur alltaf verið góð og léleg ár í fiskiríi. Og það ekkert breytt. Það bara eins og alltaf verið. Í fyrra fengu hagsmunaaðilar í útvegnum í Færeyjum Ísraelan Menachem Ben-Yami til að gera árangursúttekt á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Ben-Yami var árum saman starfandi hjá Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna og hefur veitt fiskveiðiráðgjöf fyrir fleiri undir stofnanir samtakanna í þriðja heiminum. My opinion, the Faroe fishery is the best regulated fishery in Europe. And I don't know the details how you do it, but I think you involved a lot of common sense and practical knowledge as against some scientific recommendations which maybe are not fully scientific. And this was, brought very good results when you compare it with what's going on in Europe. Jón Kristjánsson fiskifræðingur afar umdeildur á Íslandi meðal sjávarlíffræðinga en í Færeyjum fékk fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Færeyja hann til ráðgjafar fyrir 6 árum. Þá vildu færeyskir fiskifræðingar stórminnka veiðarnar en Jón ráðlagði að ekkert yrði skorið niður og var farið eftir því. Og það sem Jón Kristjánsson hefur sagt síðan 2000, það hefur víst sig að vera rétt, 100% rétt. En það sem allir aðrir biologar hafa sagt hefur víst að það var ekki rætt. Það að fara ekki eftir ráðgjöfinni sýndi það að ráðgjöfin var röng og það munar meira en helming í afla á því sem var ráðlagt og það sem var raunverulega svo veitt og samkvæmt öllum kokkabókum og röksettum Hafró hérna heima að fara fram úr 40% í ýsu og þorski og 70% fram úr ráðgjöfinni hefði átt að koma niður á stofninum þannig að hann væri uppveiddur en það ekki svo. Núverandi stjórnvöld í Færeyjum virðast ekki eins hrifin af róttækum kenningum Jóns.
Með nokkuri einföldum má segja að Jón telji ranghugsun liggja til grundvallar veiði ráðgjöf Hafró og Alþjóða Hafrannsóknaráðsins sem Hafró hluti af. Friðun hefur öfug áhrif, segir hann, og leiðir til þess að stofnar minnka. Áhersla á stóra hrygningarstofna sé della, enda skiptir stærð þeirra engu málu stærð nýrra árganga. Það sé einnig rangt að slátra bara stóru dýrunum, það verða veiða úr öllum árgöngum. Það hafi jafnvel skaðleg áhrif að vernda smáfisk og veiða hann ekki. Þetta að vernda smáfisk að mínum mati rangt og það hefur sýnt sig að það stenst ekki vegna þess að þessi fiskur í staðinn fyrir að stækka, þá vex hann ekki vegna fæðuskors. Og þarna bremsast niður. Þeir sem við erum að veiða þessi stóru, það eru þeir sem éta þessa litlu. Þannig að við erum ekkert að gera með þessari smáfiskafriðun annað heldur en að framleiða hungraðan fisk sem er fóður handa eldri fiski. Það er allstaðar sama reynslan. Ég er búinn að vinna í mörgum löndum, ég er búinn að fara í gegnum gögn í mörgum löndum. Það er ekki eitt einasta tilfelli botnfiskastofn sem hefur stækkað við það að láta friða sig. Þeir hafa allir minnkað eins og átt að gera til að veiða meira seinna, en svo hefur bara haldist lágir, það er að segja veiðin og allt þetta dót. Þannig að allstaðar er núna kennt ofveiði, en sem sagt fagleg úttekt sýnir það að þetta er raunverulega ástand sem að skapast á hungri. Þannig að fæðupíramídin er orðinn skakkur og hann er ekki réttubræðaður og þess vegna verður útkoman svona. Þó að Jón telji að tölfræðileg gögn sanni sitt mál, segir hann að fiskifræðingarnir neiti að mæta honum með rökum. Hann telur að samtrygging ríki í fílabeinsturni vísindasamfélagsins. Innan Alþjóða Hafrannsóknaráðsins eru 1600 vísindamenn sem að vinna allir að þessari ráðgjöf og fiskveiði ráðgjöf og rannsóknir í kringum hana eru það sem maður segir orðið stór fyrirtæki, gríðarlegt umfangsmikið batteri og það er að gera að halda því áfram þessu batteri og það er svolítið einkennilegt að 1600 mann sem að vinna segja allir það sama. Það getur ekki verið þannig í vísindamennum að allir séu sammála og ég finn það sjálfur að þegar ég er í þessu og beiti svona rökum að menn fara ekki í það að ræða fagleg rök, heldur fara þeir í persónulega deilu. Þú ert nú einn, það er enginn sem styður sig. Það eru samt menn úr þessum hópi sem að koma og segja við vitum þetta er svona, við getum ekki annað. Fiskidagakerfið í Færeyjum sker sig úr i Atlantshafi, enda kvótakerfi víðast notuð. Det är många som kommer utifrån och ser på vårt system. Och jag vet också att i någon grad är fisketagarsystemet måste satt i gång på små områden. Men det är mycket vanskligt för oss liksom att anbefala om måske ett annat land ska bruka våra system eller ej. Vi syns det fungerar gott här på Færøyene. Já, það virðast allir viðurkenna að þetta virkir nema fiskifræðingar. Og það eru menn að koma hingað til Færeyja alls staðar áður heiminn til að kíkja á þetta allavega. Kvotakerfi er komið í allan Norðurlandi, Barentshafi, í Íslandi, Norsjökvi, í Írskahafi og það sem við komum sjá það er að fiskiskapnin síðan það startaði er komið niður við 40 til 60 til 80% niður. Og kvotakerfi skal jo koma fyrir að få torska fiskiskap upp, men það er ekki skett. Hér í Færeyjum får vi samma fisk núna som vi har fengið í 100 ár. Men runt okkur í kvotakerfi er fiskiskapnin farin 40 til 80% niður. Það hefur verið til umræða 10 ára reynslu Færeyinga hér á landi. Jón telur skýringarnar ljósar. Það var samþykkt þingsályktunartillaga á Alþingi það að menn skyldu kynna sér færeyska fiskveiðistjórnarkerfið. Ég held að séu 4 ár síðan. Það er ekki fyrir að gera það ennþá. Það er nú stutt til Færeyja. Ég kom einu sinni með þau boð til sjávarútvegsnefndar Alþingis, sjávarútvegsnefndar Færeyja bauð þeim í heimsókn sem kynna sér kerfið. Ég fekk þau svör að það var ekki til fjárveiting fyrir þessu. Ekki löngu seinna fóru þeir í fótbolta til Færeyja. Þannig að áhuginn á því að kynna sér kerfið virðist ekki vera fyrir hendi. Það er svipað dýrt að fljúga þangað eins og að fljúga til Egilsstaða. En menn vilja ekki fara ofan í þetta.